sýningunni sem var hluti af safnahelgi á Suðurnesjum síðustu helgi má sjá fjölbreytta muni, meðal annars búninga, byssuskot, hjálma, vopn og fleira, meðal annars voldugar hríðskotabyssur Bandaríkjamanna og riffla og byssur nasista frá seinni heimsstyrjöldinni. Sigurður, þetta stríðsminja sýning. Kannski aðeins að segja okkur hvernig þetta kemur til og hverjir standa að sýningunni? Sko, við erum 4 hérna, sem sagt bara einkasafnarar og við vorum með stóra sýningu í Rammahúsinu hérna frá í hittifyrra og þetta náttúrulega svolítið minna heldur en var þá eðlilega, það voru 15 safnarar þá. En þetta svona, við reynum að koma saman reglulega, við erum að tala þá kannski 2-3 ára fresti, bara svona til þess að sýna sögu íslensku þjóðarinnar. Megnið af þessu tengist Íslandi og frá Íslandi og já, við reynum að hittast reglulega og leyfa öðrum að njóta líka. Ég sé þú með, það eru handsprengjur og búningar og vopn og þetta allt hluti sem hafa orðið eftir. Já, þetta náttúrulega kemur rosalega mikið af þessu ofan af velli, bara frá hernum á sínum tíma, bæði Kananum og Bretanum. Og svo erum við líka, þetta að koma úr jörð á Íslandi, sem svona kannski eiginlega verri parturinn eða slæmi parturinn. Það er ennþá að finnast, sko, þeir notu þetta voðalega mikið sem æfingasvæði áður þeir fóru yfir til Evrópu, sem var bara Ísland. Og það er rosalega mikið að koma einmitt úr jörðu bara frá þessum æfingasvæðum sem þeir voru með. Og það er eins og þetta hverfur í jörð þegar þeir eru búnir, en svo kemur frost og svo hiti aftur og þetta þrýstist upp úr jörðinni. Og þá er fólk að finna þetta á förnum vegi og það er stundum að kalla til sprengjudeildar og láta eyða þessu. En hvað er einhverju munur merkilegri en aðrir að þér finnst? Sko, minn uppáhaldsmunur, hann lítur nú ekki merkilega út, en það er þessi hérna, sprengjubrótið sem hérna ofan í. Að þetta er brot úr sprengju sem að Þjóðverjar komum með frá Noregi, Focke-Wulf Condor, sprengjuflugvél, komum með frá Noregi og vörpuð á miðunarstöðu sem að Bretar voru með rétt fyrir innan Höfn í Hornafirði. Og hún fór í tætlur og svolítið merkilegt að segja frá því að þetta var 2 dögum eftir hún var gerð virk, sem sagt stöðin. Já. Hvað segir það okkur? Það er ykkur látið vita. Herðu, og já, þeir sprengja stöðina og þar er fallegur andapollur í dag. En hin sprengjan sem þau komum með, hún er ennþá óvirk, skilst mér, þarna eitthvað rétt hjá. Við helst ekki tjá mig neitt það. En mér finnst þetta stórmerkilegt því að þetta er þessi sprengjubrót og fyrstu sprengju sem var varpað á Ísland. Já. Að öllu þessu drasli hérna, þá finnst mér þetta merkilegast. Já. Og hvað þið eru með eftirlíkingu eða hvað við að segja? Já, þetta er svona... Af Patterson? Já, þetta er nýjasta áhugamáli hjá mér, það er að búa til sjáðu hérna úr fröplasti, sjáðu hérna ferli alveg frá A til Ö. Og ég er svona gaman að því að búa til eitthvað sem fólk þekkir, kannast við. Hvað drífur menn áfram í svona rugli? Það er bara þessi safnar áhugi. Það er bara sumir safnar servíettum eða frímerkjum eða einhverju og við erum í þessu. Og maður er kannski að safna líka einhverju öðru, sko, ekki bara endalega eitthvað sem tengist stríðinu. Sko. Ég er að safna bjórkrúsum líka. Það er svona ýmislegt sem að maður svona, já, finnur og sankar að sér. Hér erum við með nýþungan hjálm. Og Gleru, hvað getur þú sagt okkur svona? Þetta er amerískur M1 hjálmur. Já. M1 hjálmur er búinn að vera svona í service, ef við segja, skilur frá 1941 til 80 og eitthvað. Og eina breytingin svo sem þeir breytast náttúrulega alltaf eitthvað aðeins, en það er aldrei neitt stórvægilegt. Það er eins og þessi er mögulega frá Víetnam á honum, eða þú veist, tímabilinu. Þeir eru settir saman hérna að aftan, klemdir saman aftan. Þá var það svona yfirleitt Víetnam. Það eru stundum sem þeir voru frá seinni heimsstyrjöldinni þegar þeir voru klemdir aftan. En það er þá bara mjög seint á stríðsárunum. Ef þeir eru klemdir saman að framan, þá er alltaf 100% að hann sé frá stríðsárunum. Og svo náttúrulega hérna þessi bönd hérna. Það fer eftir hvernig þau líti út, sko. Og hvar, er þetta á eBay eða?
einhverjum slíkum síðum? Þetta er bara út um allt. Þetta er mikið ég kaupi mikið af þessu í Bandaríkjunum. Ég keypti í Frakklandi, keypti í Hollandi og þetta er bara út um allt. Og svo er náttúrulega bara mismunandi hvort sem er netið eða ekki, þú veist, sumir merktu hjálmana sína. Þetta er meira svona sem hefur við frá sjóhernum eða sem sagt Marines. Þeir merktu yfirleitt hjálmana sína, svo er oft sko eins og inn í þessum hérna hjálmi er serialnúmerið hjá eða sem sagt númer hermannsins. Já, hérna er sko MG42. Þessi stóra hérna? Já, sem að var svona eiginlega, hvað maður að segja, svona svo hræðilegasta í stríðinu, sko. Af hverju? Þetta er það sem að þeir óttuðust mest, Bandaríkjamenn og Bretar. Þetta skýtur 1200 skotum á mínútu og 857 skot. Hraðinn er alveg gríðarlegur og Nei, þú ert að segja okkur frá þýskri byssu. Já, og hún er sko hönnuð 1942 og svo er hún ennþá notuð ennþá dag í dag. Ég aðeins breyttar í mynd sko. Danski herinn er með hana til dæmis. Þetta hefur verið gríðarlega öflugt tæki á þessum tíma. Þessi, já. Það var must hjá þeim að komast yfir byrgin sem að þessi byssa var í og sprengja það upp sko. Já, þetta er fræga MP40 sem að þjóðurinn var með. Já, maður mann einhvern veginn eftir að hafa séð þýska hermenn í stríðsmyndum með þessa. Já, hún er fræg og svo er náttúrulega Lugerinn. Þessi er búinn að taka þátt í báðum styrjöldunum. Hún er 1917 og endurstimpluð 1920. Svo Walter PP og svo Walter Baby. Já, hún er nett. Já, og svo er hérna ein Mauser. Og svo er hann náttúrulega daggarinn, hérna SS daggarinn og svo hérna brúnstaka hnífurinn. Og hér eru skot, orginal skot, bara búið að gera óvirkt. Þetta er alveg drafstól. Já, þetta er alvöru. Já. Og svo kannski að loka hérna, þessar stóru hérna, hvað? Já, þetta er svona, þetta voru með á Willysonum hérna, eins og þú sér hérna á myndinni. Þetta er ansi, þetta kemur frá Gæslunni. Og svo hérna er önnur svona eftirlíking. Þetta er 1919 sem Amerikaninn var mikið með. Og þegar maður hélt að stríðum væri að ljúka, þá er bara núna þessa dagana verið að tala að það þarf að senda Úkraínumönnum meiri vopn og hertól. Þetta er magnað, þetta hættir aldrei. Nei, þetta hættir aldrei maður. Ótrúlegt. Þetta er ótrúlegt sko. Og að þessar séu notaðir ennþá dag í dag sko. Já. Það er ótrúlegt sko. Hvað eru nýjustu vopnin sem þið eigið? Eða svona stríðstól, getur við sagt? Ég á aðalega bara úr stríðinu sko, eða sem sagt. Seinna stríði? Já. Ég er ekki með neitt nýrra en það sko. Nei, það er ekki ná mikið söfnunargildi í því. Nei. Og svo eru þau náttúrulega hérna með eina sem að Sigur á sko, hérna básúku. Þetta eru til þess að granda skriðdrekunum sko. Já. Og þetta eru flaugarnir í þær sko. Þessi gat grandað. Já, skriðdrekunum. Já. Þessi er þrælmagnuð.